Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Óska ykkur öllum gleðilegra jóla og ánægjulegra jólasteikja. Þess að díla við hljóðið hérna, vona það sé í góðu lagi hjá okkur. Það náttúrulega hellingur að fjalla það alltaf eitthvað að gerast. Góða kvöldið fólk, hérna mætir þurrpistinn fólk í gegnum heimabankan. En það náttúrulega nokkur atburðir sem að kalla á live. Það voru hlustendur að skora á mig að live núna. Og ég ætla aðeins að byrja aftur í tímavélinni, ég ætla ekki að byrja akkurat hér og nú kannski. En barðbleika sem að sumir kalla báru. Þannig að bárujárn sem að hefur keypt hinn fullkomna Samsung síma á örorkubótunum sínum og tók upp þessa merkilegu upptökur þarna, eða svo segir hún blessunin, eða hann blessaður, eða hvernig við viljum túlka þetta. En það virðist nú vera að samsæriskenningar mínar þau mál stýri dómsmálum gegn öryrkjanum. En það sem ég vil kannski leggja inn í dæmið núna, þessar upptökusögurinnar eru svo fáránlegar að það tekur því náttúrulega að hlusta á þær einu sinni. En hins vegar annað element í stöðunni og það þetta sem við köllum false confession. Það þekkt syndrom að fólk viðurkennir á sig alls konar sakir til þess að fá athygli. Og hérna eru svona nokkrar ástæður taldar upp fyrir því. Guðjónsson. Gísli Hannes Guðjónsson. Nú, það íslensk tenging hérna með þessi. Gat verið að Guðjón tengdist málum. Ég að grínast. Þetta bara tjók. Það hérna psychological test. Það var búið til 1983. Nú hérna svona aðferð til að komast að því hvort að þetta eigi sér stað. Og lögfræðingur, ég held að sé bara einn lögfræðingur Reimar að vinna í þessu máli. Lögfræðingur klaustursmanna hlýtur því að slengja þessu fram að hér sé þörf á geðrannsókn á borði bleika til þess að komast að því hvort að þetta sé fölsk játning hjá honum. Skil ekki af hverju sem menn ráða mikið sem lögfræðing. Ég miklu klárari en allir þeir samanlagt, sko. Þá þarf ég nú víst að fá upp og skrifað hjá breska barfélaginu til þess að geta stundað lögfræðistörf. Nú, ég opni bara bar, kalla hann klaustrið eða eitthvað og þar með fá ég bara leyfi til þess að gera eitthvað svona. En þetta sem sagt þekkt syndrómi. Þetta þekkt geðveila
að menn játast við alls konar sakir og náttúrulega það sem að Bárður Bleiki er kræsisleikari og það er mjög auðvelt í raun að sanna það og þið sjáið bara að sögu sagnarinnar standast enga skoðun og þið sjáið þarna að hún segist vera öryrki og eigi enga peninga og hún segir að það sé ekki hægt að taka af henni þegar hún eigi enga peninga en svo sjáðu að tímalínan hennar er mjög einkennileg. Það var viðtal við hana á stundinni, ég er að reyna að finna það viðtal. Sjáum við. Að viðtali við hana var tekið erlendis. Og fékk hún, bara fékk heimsku orðuna. Og það er ekki allir eitthvað eins í því. Og það sem ég sjáið líka í þessu máli eins og ég nú reyndar minnst á áður. Þið áttu ykkur á því ég er líka að tala góluminni frá. Að þeir sem að, ég hef náttúrulega talað þetta áður. Það er ekki eitthvað bara hér. Hvernig finnum maður? Bára. Maður lítur að spurja sig sko ef hún er svona ofboðslega fátæk og er svona mikill öryrki af hverju fór hún allt í einu til útlanda til að taka viðtal við Stundina. Það lítur að vera athyglisvert. Þannig að já, hérna kemur hún fram held ég. Það sjáið það sem hún kemur fram þar er hún stödd í útlandum. Hugsanlega Brussel. Það er spurning að það pakk sig bara að stríða mér. Þetta er Bárður Bleiki. Allt í einu komin í viðtöl og RÚV, til þess að RÚV, ég fór nú bara í heimsókn til RÚV og vildi taka við á viðtal eða af því þeir voru að tala beint mig. Þeir voru að reyna að vitna í mig, Eiríkur Snódal, Eiríkur Snadó frá Bifröst, hann mætti bara í og hún kettlingin sem er formaður fjölmiðlanefndar mættu bara í Kastljós og lýstu yfir að ég væri vondur maður og ég held einhvern veginn að ég fengi að svara fyrir það þannig að ég fór og reynda að ná sambandi við Gauri sem tók viðtalið. Það voru mér bara allar dyr lokaðar sko. Sjaldgæfan gigtarsjúkdóm og Marvin 42 hún er akkurat 42 alltaf alveg tilvíðun kannski svarar þessu 42 en sjáum við bara auglýsingu og áfram já, við viljum ekkert sjá og lækna mafían með auglýsingu en þið vitið náttúrulega þetta er fair use þetta er fair use of, I'm talking about this video en þið sjáu þetta er allt saman erlend númer og þannig að hún er svo fátækur, gigtarsjúkur, öryrki, já þetta er Holland
Hún í Hollandi, já. Okay. Hún í Hollandi, sjáðu. Þetta NL held ég örugglega. Nederland. Og reikna með því að ég náttúrulega ekki að hlusta á hann, Bárð Bleika. Mér alveg sem hvað hann að nöldra þarna við áróðuspjessana á stundinni. Reyndar mér ekkert illa við stundina. Þeir fjalla nú oft mig þegar þeir eru þegja, sko. Þannig ég alveg ágætlega sáttur við þá kallana. En ég hlýt að spyrja hvernig stendur á þessu flughoppi hennar. Og þá mjög auðvelt að rannsaka náttúrulega flugferðir hennar, hvenær fór hún þarna út og svo var hún allt í einu mætt í kröfugöngu á Íslandi. Þessi frétt dagsett 7. desember, það cirka 17 dagar, 30 dagar í nóvember. Það 17 dagar hérna. Og það náttúrulega handvömm hjá þeim en þeir ekki setja dagsetning á vídeóið. Og takk eftir líka í viðtalinu, hún lappar hérna töluvert langan spöl. Svo segir hún í viðtalinu, já ég get eiginlega ekki lappað svona langt af því svo lasin. Okay. Hún lappaði alveg rosalega langt. Hún á konu, já. Okay. Hún ef ég á að taka þetta í Me Too lógík fræðin, þá hún semst að segja að sonur, hundar og kettir og konur séu það sama. Já, það regnboginn sést bara úr 42 gráðum, segir hér hlustandi. Og þannig að bara málflutningur hennar í mikilli andstöðu við sjálfan sig. Og já, kemur önnur athyglisverð mynd til að sýna ykkur. Sjáum bara hérna á staðháttum. Það mjög erfitt að ná upptökum af því tagi sem að hún leggur fram. Og það alveg ljóst að það eru allir símanir sem eru að taka upp. Og síðan alltaf einhver hljóðmaður sem að ég trúi því sem þetta límbandi yfir mikrofónum kannski. Þið trúi því sem þetta gamalt Samsung taki upp svona. Þetta á Íslandi, þetta ekki í Hollandi. Þetta aftur í Hollandi eða? Outs. Árásauglýsingar. En ekki að horfa á þetta. Það rosalega stimpil að vera öryggi. Bara dópistar og letingjar. Ok. Svo sem enga skoðun á því. Nú það enga svona tengdar fréttir hjá þeim. Leyniupptökur.
Hérna allir að fá. Hér allir að fá smá fjölmiðla athygli og ég líka náttúrulega. Samstöðufundur. Miðflokkurinn hrynur, það held ég sé nú ekki rétt. Svo annað, þessi hérna dama. Flottur effekt. Þessi dama mætir í Kastljósið aftur, talandi Kastljósið. Og þar kallar hún drenginn Sigmund Davíð. Ég held að sé allra manna prúðastur og ljúfastur. Þar mætur hún í beina útsendingu fram fyrir alþjóð og kallar hann ofbeldismann aftur og aftur og aftur. Sem að manni finnst svolítið einkennilegt. Stenst ekki lög að búa barúð í skýrslatöku sem vitni. Nú. Já. En allavega þá mæli ég með að lagt verði fyrir kaupfélagi hefur ekki komin ennur auglýsingar, þannig ég veit ekki hvort ég vil vera að gefa meiri ókeypis lögfræði aðstoð. Nefnum ég fara að sjá ykkur auglýsingasamninga fyrir Frelsi TV frá kaupfélaginu eða Steinullarverksmiðjunni eða þessum mafíunum eða frá Sýslumannsfélaginu. Náttúrulega ef að þeir leggja fram óskum geðrannsókn á false confession syndrome sem að meira segja íslensku sérfræðingur í, þessi Gísli Guðjónsson. Ekki Gísli Hannes Guðjónsson. Getur meira segja fengið íslenskan sérfræðing til þess að fara yfir þetta. Að þá þarf hún eiginlega að sanna ónæði framkvæmt glæpinn sem er mjög einkennileg staða að vera í. En það er allavega ljóst að þetta er PSYOP númer 1, 2 og 3. Nú, þá ætla ég að fara í málið sem að flestir hér eru náttúrulega að bíða eftir. Það var einhver fleiri mál sem ég hafði ætlað mér að tala um, ég bara man ekki hvað það var. En áður en ég hef umræðið þetta, þá eru þetta bara kenningar mínar við skoðun á myndum sem birtast opinberlega í fjölmiðlum. Og athugasemdir mínar byggja á þeirri svona samsæriskenninga metodológíu sem að margir í heiminum hafa verið að nota undanfarið. Til dæmis hefur notað í 911 turnunum þar sem okkur er sagt að bygging í raun brjóti öll eðlisfræðilögmál og haga sér á hátt sem enginn getur útskýrt með tengsl við raunveruleikann. Þannig að ég mun fjalla um þetta í því samhengi að það eru svona hlutir sem að mér finnst athyglisverðir. Þar með er ég ekkert að fullyrða neitt eða ég var ekki á staðnum, ég veit ekkert, ég bara tala um það sem verið að sýna mér. Og nú hafa einhver látist eða slasast í þessum atburði þá samhryggist ég aðstandendum og þá þeim sem slasaðir eru. En ég er með ákveðna kenningu. Já, og ef að þú ert viðkvæmur einstaklingur eða tengdur þessu máli, þá vinsamlega hættu að horfa hér. Og gleymi ég einhverjum fyrirvörum, allir fyrirvarar sem hægt er að sitja. Að ég er ekki að fullyrða neitt, ég er ekki að segja allt sem ég segja rétt, það getur verið að þetta sé bara rugl í hausnum á mér. Og en hins vegar finnst mér alltaf athyglisvert þegar að atburðir standast ekki einfalda eðlisfræði eða
rökfræði eða raunveruleika skoðun. Þá byrja ég lesturinn og reikna það bara með að hér séu hardcore frelsarar við skjáinn. En hér birtist allt í einu frétt. Þar sem að 3 eru látnir við Núpsvötn. Og einn segir ég á svolítið erfitt með að skilja hvernig þetta gat gerst. Og með það sem þá hugsanlega fyrirsögn að þessum þætti mínum, að hér segir sá sem kemur fyrst á þennan stað, hann fullrar einfaldlega sjálfur að hann er erfitt með að skilja hvernig það gerist, sem að hlýtur á væntanlega að vera eitthvað skonar ástæði fyrir mig að rannsaka það betur hvað var að gerast. Og þessi bíl sem að flýgur, þær voru hryllilegar. Það er svona lýsingarorð sem eru notað í þessum atburðum. Og eru myndir á svæðinu og þið sjáu hvernig myndin er skorin hérna. Það er athyglisvert að þeir sem eru að ljósmynda þetta, sem nú þessi sami kall hérna sem allt í allu greinilega, að sko ef ég var að taka ljósmynd af svona atburði þá ég nú reynt að hafa sko þessi að meira tekið hérna megin heldur en hérna megin. Ég hefði reynt að hafa þetta hérna í mynd sko. En það er hins vegar mjög erfitt af því að þetta hérna er sem sagt staðurinn þar sem þeir segja að þetta hafi farið úrskeiðis. Þessi hérna hafi farið í gegnum grindverkið. Og svo gríðarlega mikill áróður hérna. Og við vitum náttúrulega að það er mikið verið að tala um vegtolla núna sem IMF vill koma á. Eigendur Íslands vilja koma á vegtollum. Og annað sem ég finnst athyglisvert, nú mynda þessu. Aftur finnst mér athyglisvert að meira er sýnt hérna megin heldur en hérna megin. Það er meira samhengi hérna megin. Annað sem ég finnst athyglisvert, já það er að þetta er á umræðasvæði lögreglunnar á Suðurlandi. Ég margoft lýst yfir að þar eru NATO og CO málaliðar. Þannig að fyrir mér er automatísk eða svona sjálfvirk rannsóknar þörf á öllu sem kemur frá þessu embætti og embættinu á Reykjanesi. Löggunni Keflavík. Að þetta eru þessi ríkislögreglu eða þessi lögregla embætti sem eru algjörlega ofurseld globalismanum. Og ef þið farið yfir þessa fjölmiðla sem hafa birt fréttur þetta, BBC, The Mirror, Daily Mail, Sky, Associated Press, The Sun, New Zealand Herald, Washington Post, Huffington Post, New York Times og The Guardian. Þetta er bara fjölmiðla gengi globalista. Alltaf þegar það eru einhvers konar sviðsettir atburðir eða einhvers konar hlutir í gangi, þá eru þetta fjölmiðlarnir sem hafa hæst það. Þannig að þessi samsetning af fjölmiðlum segir mér eða segir þessari metodológíu, ég er svo sem ekki að segja neitt sjálfur, ég er að fjalla þetta út frá aðferðafræði sem að ég sé svona þessir sem eru kallaði samsæringar nota.
og þannig að það finnst mér strax mjög grunsamlegt. Nú, mín kenning er sem sagt sú að þetta sé sviðsettur atburður, að þetta sé ekki í stíl við það sem okkur er sagt. Já, þá er ég bara að fara í allan skjáin. Okay. Hérna eru myndir, sem sagt. Og aftur þetta er skoðað, þetta er fair use, að því ég er að fjalla þetta mál. Annað sem að er merkilegt að veginum er lokað. Það finnst mér athyglisvert að vegi 1 er lokað. Og þetta er svona myndir sem að ég hef sankað að mér. Hvað er myndin sem ég ætla að tökum þessa bara. Eitthvað óskýr þetta. En sko, ef þið skoðu hvar bíllinn liggur og hérna er þar sem er vegriðið á að var opnað, og ef við gefum okkur að hvert bil hérna sé cirka 5 metrar frá brúarstólpanum, þetta er cirka 5 metrar held ég, give or take, þá er þetta 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, það eru 50 metrar hérna yfir á næsta brúarstólpa. Þannig að við eigum að trúa því í þessari þröngu brú hérna, sjáðu, það sem er mjög hált, og þið vita bara að þið keyrið að svona brú þá hægið á okkur sjálfkrafa. En hérna er semst verið að segja okkur það að þessi bíll hafi komið hérna eftir þessum vegi hér, farið út af riðunni hérna og flogið cirka 50 metra í einu flugi hér. Og gaman ykkur eðlisfræðingar eða starffræðingar reikni fyrir mig ferilina. Það er mjög auðvelt sko, því það er mjög margir hlutir sem það þarf að mæla bara. Að sko það þarf að vera á 200-300 km hraða til þess að þetta gangi upp sko. Og það er sénslaust að ná þeim hraða sko. Þannig að en ég meina það getur vel verið eitthvað getur sýnt mig fram á að ég hafa rangt fyrir mig, þá býst ég bara innmjögulega afsökun á því öllu. Og byrjum við. Já, sjáum við. Hérna er vegriðið. Og þetta er svona ákveðin myndfölsunar aðferð, sjá slökkviliðsbíllinn er núna komin bara beint undir þetta. Og en þið sjáu hérna sko, hann er lengst í burtu sko. Hérna er slökkvibíllinn, hitt er ekki bara lengst hérna. Hérna er sem sagt, hérna er brúarstólpinn sem að viðkomandi er við, með bíllinn, flakið, hvað við kalla. Og hitt er hérna við hinn næsta brúarstólpa. Ekki langmyndina. Það var alveg hérðan og hingað. Það sjá slökkubíllinn er búið að flytja hérna undir vegriðið. Eitthvað hluta vegna, ég veit ekki af hverju. Það skil ég ekkert í þessu. Það er skítastarfsemi. Þannig að
Hérna. Þannig að hér er greinilegt að búið að flytja slökkvibílinn fyrir fótóop. Sem er mjög einkennilegt. Og hérna annað, með því skoðið þetta hérna eyðilegging á vegriði, þá sjáum við að grindverkið fer inn hérna. Það geti vegriðið fer inn. Og þið takið eftir öðru að þjóðveginum er öllum lokað á meðan þetta gerist, sko. Þannig að það er enginn á svæðinu til þess að vitnast neitt. Eitt eða neitt. Þannig að, og hér er eitt stólpi eftir, sem þið. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvernig bíllinn á að fara hér í gegn. Af því að sko, ef þið takið bara gitnisspotta eða eitthvað og ég myndi ykkur að bíllinn komi hér og keyri út, þá séu að hann ýtir inn í grindverkið og þetta ætti þá að falla út, ekki inn. Og það er einmitt mjög algengt hjá þessum sirkus að þeir klikka mikið á hlutum sem eru inn og hlutum sem eru út. Til dæmis í Oslo að sprengingunni þá duttu allar rúður út þegar að sprengingin var úti. Það stenst heldur ekki einfalda eðlisfræði. Ef þú kýlir í gegnum gifsplötu, eða veist, ef þú brýtur rúðu og kýlir í gegnum hana og vonandi öryggisgler, þannig að þú skerðir ekki, þá detta glerbrotin út eftir nefanum, skiljiði mig. En þetta, hérna er stólpinn, greinilega. Hérna er stólpinn. Og ég skil ekki hvernig bíllinn á að hoppa hér 50-60 metra með stólpan hérna í miðjunni. Og grindverki bóið svona. Þetta hérna hefur nátt að vera alveg liggjandi út, sko. Ekki liggjandi inn, heldur liggjandi út. Hefði ég haldið. Ég var nú alltaf með góðar einkunnir í eðlisfræði og stærðfræði. Annað sem mér finnst athyglisvert er að það er ekki brotið hérna úr neins staðar. Ég haldi að þetta væri bara small hérna niðri líka, eða allavega bóknir niður stólpanir. Svo allir stólpanir eru þráðbeinir nema þessi hérna. Það er ekki alveg á þessum, sko. Hann virðist vera köttaður, sko. Hann brotnar ekki út, sko. Og þetta er svoðið hérna í bitan. Svoðið fast í bitan, sýnist mér. Eða boltað eða eitthvað. Þannig að þetta finnst mér tortryggilegt. Mér finnst athyglisverð staðsetningin á þessum slökkvibíl sem er staddur hérna. Hérna liggur bíllinn sem talað er og hérna sko það gætu verið 10 metrar á milli. Það væri gaman eitthvað hefði upplýsingar það. Hvað væri margir metrar hérna á milli? Þetta er rosalega, sko, það er hérna, ég geti séð það hérna 2, 5, 6, 7, 8 bil hérna. En við vorum að tala hérna bara lengst úti, við vorum að tala 50 metrana, sko. Sjáuð svo stærðargráðuna hér á þessum bílum.
sjá, það er engin högg hérna. Bíllinn bara flýgur í einu og lunk og lendir svo bara hér. Það er ekkert brak hérna á þessari leið. Ekkert brak að sjá. Og hérna voru einhverjir plankar sem það var skrítið að væri þarna. Ég er bara að tjá mínar skoðanir, skiljið. Svo er hérna að það er lokaður vegur númer 1. Það finnst mér alltaf athyglisvert, sko. Sko, kenning mín að það séu þungavötn upp á hálendinu fjallar mjög vel við þessa kenningu, þar sem ég tel að þarna hafi lendingaprammar verið notaðir til að koma herrgögnum þarna í gegn. Og þetta hefur verið sviðsett til þess að búa sér til aðstæður. Ég hef ekki séð þessa lögreglubúninga hér áður. Þetta verður þessi bara misskilningur hjá mér. Sko, þetta er Landsbjargabúningarnir. Þetta hérna er eitthvað búningur. Ég er að reyna að sýna ekki myndir af. Hérna er önnur Landsbjörg, held ég. Þetta er væntanlega sjúkrabíllinn, eða ekki? Hérna er ambulans, sjáðu. Hérna er greinilega slökkvilið með klippunar. Þetta er góðlega með það. Svo meira Landsbjörg hérna. Ég kannast ekki við hennar búning. Ég velti fyrir mig hvort hann sé. Sjáu þið hvað stendur hérna? Ég hef aldrei... Það getur verið misskilningur í mér, sko. Hérna er meira Landsbjörg. Hérna er hérna klippugræjunar. Þetta er væntanlega hydraulic pumpa fyrir klippunar. Og hérna sjáum við fólk á stólpanum sem hann á að fara út af. Þið sjáum ekkert brak hérna. Hann hefur þurft að fljúga hreina 50 metra. Ég hugsa að þetta sé meira, ég hugsa að þetta sé jafnvel upp til 100 metrar. Þetta er þetta á milli brúastólpana. Þannig að þótt það sé breytt, erfitt að breyta þessari fjarlægð. Þannig að ef einhver býr þarna nálægt eða þekkir einhvern sem býr þarna eða getur grafið upp teikningar af þessari brú, það væri gaman að vita nákvæmlega hvað er langt á milli stólpana. Allavega til þess að fljúga alla þessa metra án þess að skilja eftir sig snefilega braki hérna, þarf það að vera á ævintýralegum hraða, held ég. Veit það ekki, ég reyna að sjá þetta svona fyrir mér. Og hérna, hann er alltaf ljóst að ef að þetta er aðgerð, þá er þetta MI 56 sem stendur fyrir því. Og hérna, allir sé nokkuð ljóst. 100 metra, býtum við 1,
einbýlishús er sirka 28 metrar. 28-30 er svona venjulega lengt. 25-30 á venjulegum einbýlishúsum. Hérna sjáið stólpann aftur standandi. Og vegriðið dettur inn, ekki út. Takk eftir því líka. Og hérna, já. Það eru engir metrar hérna sem ég er. Þannig að þessi atburður stenst enga skoðun. Og hérna þættinum og hérna, já, þetta var eitt máli sem ég ætlaði að tala um. Gott að fá svona skeyti frá hlustendum. Þannig að þetta mál tel ég vera psyop, sviðsett. Og endilega sendið þættinum ábendingar ef að telja að það sé eitthvað misskilningur hjá mér. Og nú ef ég hef rangt fyrir mér og meiði eitthvað, þá bið ég fyrir fram afsökunar á því. Það er ekki meiningin hjá mér. Og hérna það er sem sagt eins og það er. En hérna annað mál sem að fjalla var í dag. Eða búið að vera í gangi núna svolítið undanfarið. Það er hérna hinn svokallaða líffæragjöf sem er í mörgum tilfellum engin gjöf, heldur þjófnaður. Og það er alveg svakalegi peningar í þessu. Það er svo miklu peningar að þið get ekki ímyndað ykkur. Sko fyrir einn líkama þá eru $42 milljón í spilinu. Og þeir eru sérstaklega á höttunum eftir ungmennum, ungu fólki. Sérstaklega á höttunum eftir börnum og ungu fólki. Við Þar ætla ég að tala um þetta óþverramál hérna. Þar sem að fjallað er allir verða líffæragjafar eftir áramót. Þetta er glæpur gegn mannkynni af stærðargráðinu Núremberg. Það hengja fólk upp í tré. Og hérna allir sem tengjast þessum máli og samþykkja þessi lög og hvernig sem það er. Þeir eru að fremja glæpi gegn mannkynni. Við þessa frétt hérna hafði ég bloggað. Svo hafði ég bloggað fullt af linkum hér undir sem var umsvifalaust eittir.
Ég setti það líka við hérna DFF þar sem ég deildi þessum linkum hérna. Og þessi linkur hér er einmitt inn á hérna útvarpsviðtal sem að Richie Allen framkvæmdi. Og þegar að viðtali sem að ég er að vitna í við þessa hérna aðila, Dr. Paul Byrne og Bernice Jones, þeir er að tala þennan multi-billion dollar industry. Og málið er það að læknar er að lýsa yfir fólki heiladautt í þeim tilgangi að hirða á þeim líffærin til að fæða multi-billion dollara skipulagða glæpastarfsemi. Og þeir áttu ykkur að hvítu hjálmarnir eru í þessu líka. Allavega hluta. Og hérna allavega með viðvörun frá Frelsi TV þá ætla ég allavega að vara þessa glæpamafíu hér við. Yfirlæknir á Landspítalanum, heilbrigðisstarfsfólk, landlæknir. Allir þessir aðilar eru að fremja núna glæpi gegn mannkyni. Og hérna ég skrif ekkert undir þennan samfélagssáttmála. Og þeir áttu ykkur á því að líffæragjöf er einskis virði úr dauðu fólki. Þannig að læknamafían hefur fundið upp ákveðnar aðferðir 45 metrar á milli stólpa, já, góðar upplýsingar. Takk fyrir það. Þannig sjá hvað ég á nálægt því. Ég er 5 metrum off. Cirka 5 metrar off. En hérna þetta er þeir sem ekki vilja gefa skrá afstöðu sína. Þetta gengur ekkert svona fyrir sig. Og þeir hafa ekki kynnt fyrir fólki. Þeir vitna í einhver svona samfélagssáttmála. Þetta er engin. Þetta er bara óráðs síu hjal glæpamanna, sko. Það er engin samfélagssáttmála þetta. Og fyrir utan það þá er ekkert verið að segja fólki hvernig þetta er framkvæmt, sko. Og hérna talaði bæði það, Dr. Paul og Bernice Jones, Paul Byrne. Hérna talaði það, sko, sonur hennar Bernice Jones, hann lenti í slysi þar sem var voðaskott, fór í hausinn á honum. Og hún hringir á sjúkrabíl og þeir komu eftir 20 mínútur sem henni þótti mjög langur tími. Síðan komu þau á spítalann, þá kemur læknir og segja, já, hún er ekki við bjargandi og jari. Og hann er bara dáinn og svo kemur hann einhver kona, hlusti bara á viðtalið, byrjið hérna í mínútu, klukkutími, 06, þá byrja þau að tala. Að hérna, síðan mætir einhver mjög ákvæður aðili frá líffæragjafa fyrirtæki einhverju. Og móðirinn og Bernice bara strunsar út, hún er svo móðgun að þessi líffæra þjófur sé mættur þarna. Og þessi aðili fær pappan til að samþykkja líffæragjöf. Sem alltaf hefur enga lagalega þýðingu því að móðirinn þarf að samþykkja líka. Og hérna og síðan fer hún Bernice að rannsaka þetta eftir á og þá kemst hún að því að syni hans var byrlað lömunarlyfjum til þess að líkja eftir þessu brain death eða engin heilastarfsemi. Þau áttu ykkur að því að þið getur verið andað og
þið getið andað og verið með fullkomið hjartslátt þó að læknir útskýrir ykkur braindead. Og þið takið bara eftir þeim einfalda veruleika að sko hjarta sem að hjartalífgjöf er einskis virði úr dauðri mannesku sko. Þannig að þetta er miklu meira viti því að hætta að éta allt þetta eitur sem að veldur líffærabilinum. En eins og ég hef oft sagt þá er gróðinn í þessum bransa að gera þig veikan. Og það væri gaman það væri þarft að rekja follow the money sko. Hverjir fá greitt? Hvað mikið fyrir þessa starfsemi sko. Það kemur ekkert fram hérna heldur sko. Og hérna talaði samfélagssáttmála. Þetta er í raun alveg viðbjóður. Þetta er alveg viðbjóður. Og ég hef rökstuddan grun það meira að segja að ef að til dæmis börn sem lenda í slysi eitthvað svoleiðis og þau eru ekki bólusett þá hafi þeir tilhneigingu til það. Þetta er allt saman túlkunaratriði. Og þú veist ekkert hvað er verið að sprauta í börn eða fólk eða á borðinu sko. Það er bara alls konar. Og eins og hún Bernice segir, hún fullyrði það, eða hún er með sannanir fyrir því, ég held að hún segi það, hún fékk skýrslur og sannanir fyrir því, að sonur hennar var mjög sterkur sko í upphafi og hann var að reyna að berjast við að láta vita af því að hann væri lifandi sko. Þau þurftu að nota alveg rosalega mikið magn af lömunarlyfjum til þess að slá hann niður sko. Og síðan var hann bara á sjúkraborðinu í langan tíma þó að það var tekið úr honum allt góssið og hann drepinn í raun. Þannig að þetta, ég held að sko lækna, það getur flett upp sko medical tyranny. Það er í raun hérna er viðtöl tyranny, sorry. Hérna getur talað við fólk sem, eða séð viðtöl við fólk sem hefur lent í medical tyranny. Og það er nýjasta, það gerist nýlega í Bandaríkjunum að þar var fólk sem fór inn á spítala með, ég veit ekki hvort þið sjáu hvernig þetta lið nær fullkomnu valdi yfir sérstaklega börnunum ykkar. Þau eru með eitthvað svona mælitæki sem þau framleiða öll sjálf sko, mafían, læknamafían og lyfjamafían sem er sama svipumafían. Að þeir framleiða eitthvað svona tæki svo mæla börnin sko, já, þetta barn með eitthvað hjarta sjúkdóm eða galla eitthvað og svo bara barnið skorið í tætlur sko. Og þarna var þetta að barnið var eitthvað eldra heldur, 2-3 ára eitthvað. Og þá var barnið með eitthvað svona kalla vandamál. Og foreldrarnir höfðu talað við eitthvað annan lækni. Svo fór það á spítalann og hann að skoða barnið og eitthvað svona. Þannig já, þetta er bara mjög alvarlegt, ég þarf bara að fara með barnið upp á skurðstofu bara núna 5 eða eitthvað, bara strax. Og foreldrarnir segja bara nei. Við viljum tala við annan lækni og nokkuð verið gert. Og þá bara snappa læknir og segja bara já, þá bara hringi á lögregluna. Og þau bara flúðu, tóku barnið og hlupu út af spítalann. Daginn eftir bara mætir lögreglan inn á heimilið þeirra og tekur barnið. Þið getið séð vídeó af því þegar löggan kemur, bara brýtur niður hurðina og bara rífur barnið af móðurinni
og þau voru nú víst eitthvað búin að undirbúa sig, þannig að það var hann að lögfræði gengi stand-by með þeim eða hvernig það var. Þeim tókst að forða barninu frá þessum uppskurði fyrir rest. Og svo fara þau að tala við annan lækni sem að þau haft eitthvað spjalla við áður. Hann skoða barninu sig, það er engin þörf á neinum uppskurði hérna. Og trámað af því þegar löggan braut niður hurðina getið ímyndið ykkur að situr í fjölskyldinni. Þannig að þetta er gjörsamlega sturlað fólk. Algjörlega kakkalakú. Það er gjörsamlega sturlað. Og flokkur af hinum svæsnustu glæpamönnum sem getur hugsaðar ever. Og þetta er fólkið sem að já, fyrir ekki, ég var ekki að deila skjánum. Þetta er fólkið sem að endar einmitt fyrir svona Nuremberg réttarhaldum þegar þau verða haldin næst. Og hérna þannig að þetta er mjög alvarlegt mál. Og ef að þið sjáu þetta ekki, þá erfitt að bregðast við því. Og eins og þessi móðir hérna í Ritchie Allen sagði, hún sagði bara, ég var ekkert undirbúin undir þetta. Lækna gengið og líffara betlarinn eða líffara þjófurinn voru með allt. Þess að þetta var svona leit út eins og svolítið planað hjá þeim. Og hérna ég er ekki að tala um organ. Organ, nei. Gizmodo, vinstri menn. Já, ég er alltaf innan að fjalla með þetta. Fólk er svo heimst að breyta einhver. Bara lappið blind í hakavel. Þetta er stóri peningar, maður. That's a lot of money. Þannig ég held að þú telur allt saman, sko. Bone marrow, mjög dýr. Total, sjáðu hérna. Þetta er slatt af peningum, sko. Það var alls ekki cirka 42 milljónir þegar allt er talið saman. Það er þetta 9-10 milljónir. Einhvers staðar sá ég þegar ég tölufleygt þetta væri kringum 43 milljónir dollar fyrir hvert. Fyrir hvern ungan líkama sem stólið er.
veit ég hvort það tengist. Þetta er meira að sjá BBC. Really? Einhver sammála mér? Eða réttara sagt, ég er bara að endursegja þessar fréttir sem ég heyri einhvers staðar annars staðar. Organ Traders. Stála honum líffærum. Þetta gæti náttúrulega verið stríðsáráður hinum megin frá, ég áttum að því, eða sett frá hinni liðinni. En ég hef ekki séð neitt fjallað þetta. Einu sinni velt fyrir sér með þetta hjá fjölmiðlum og okkar. Það er búið að banna vídeó. Sænskir læknar. Það lítur. Ok. Það eru komin út í aðra salma hér en ekki að tala um eitthvað erfitt svona jólum. Tölum bara um kertaljós. En allavega þá ætla ég bara að hafa þetta stutt í kvöld. Síðan eitthvað fjölgað áhörundum. Gaman að því. Greinilega einhverjir eftir sem eru með allir meðla. En ætla að minna ykkur á að styrkja Frelsi TV. Og minna ykkur á að ganga í Víkingaflokkin. Víkingaflokkurinn.is. Já, það er bara þættinu var að berast skeyti. Það er bara strax komnir ríkisbubbar sem vilja byggja nýjar brýr út um allt. Það er bara daginn eftir. Og tollar og allt það. Það er auðvitað að sjá pólitíkinni. En allavega þakka ykkur fyrir komin í kvöld. Og endilega sendi þættinum bara skeyti og það er eitthvað út af málflutning minn að setja. Og ef að þið eru fjölmiðlar þá getið þið hringt í mig. Ég skal fjalla þetta. En þetta er nóg fyrir mig í kvöld. Munið að subscribe og deila vídeónu. Ég er náttúrulega alls þar í alls konar bloggi, bæði á íslensku fjölmiðlunum og víðar. Og bara gleðileg áramót og njótið og gleðilega rest eins og sagt einhvern tímann á gamla dag. Bye bye.